Miðvikudagsspjall vikunar Miðvikudagsspjall vikunar Já. er fordóma um fordóma. og mikilvægt Já. þess að vera meðvituð eigin fordóma. Já, ákveðum að taka það upp á þessu sinni af því að miðvikudagur lendir á 1. maí og þá bara frídagur hér á skrifstofunni. Já, eins og svona hjá mörgum öðrum. Já. Þannig að við ákveðum að tala um fordóma og þetta viðfangsefni sem að poppar nú oft upp. Já, bara, þetta er náttúrulega rosalega viðtækt, við getum alveg talað í marga klukkutíma Já, en svona, já. Og það er náttúrulega hægt að hafa fordóma gagnvart ýmsu en ef við tölum það bara í grunninn, sko, hvað eru fordómar? Já. Og fordómar eru kannski skoðun sem við byggjum okkur upp fyrirfram á ákveðnu manneskjum, hópum fólks, aðstæðum, já, kannski ákveðnum starfsstéttum, bara án þess að við höfum kannski beina þekkingu eða þekkjum beint til fólksins sem við erum að vinda okkur skoðun á. Fordómar byggjast náttúrulega oft á ótta sem við áttum okkur kannski ekki á því að við höfum bara ekki nefnilega þekkingu til þess að mynda okkur skoðun. Og stundum geta fordómar hreinlega myndast af því að við höfum slæma reynslu af einhverjum einum einstaklingi sem tilheyrir hópi þessa fólk sem við erum þá tilbúin að alhæfa eftir okkar reynslu. Og svo getur þetta líka verið bara fyrirlífatengt. Já, getur maður búið í einhverju landi einhvern tímann og eða tilheyrt einhverju ákveðinni menningu eða starfsstétt eða ýmsu öðru. Bara við getum verið með alveg fóbíu fyrir dýrum eða fyrir mat eða hverju sem og ákveðið ýmislegt það þess að átt okkur á endilega hvaðan upprunið þess kemur. Já, og það náttúrulega til bara alls konar fordómar sem að við reikumst á í samfélaginu okkur einasta degi. Það er fordómar gagnvart fötluðum einstaklingum, sem eru líkamlega andlega fatlaðir og það eru fordómar gagnvart gömlu fólki, það eru fordómar gagnvart ákveðnum stéttum, það eru fordómar gagnvart ákveðnum þjóðernum eða húðlit eða ungu fólki. Það eru fordómar gagnvart ungu fólki, það eru fordómar gagnvart andlegu fólki. Við erum rosalega gjörn á það að dæma. Fólk á örorku, býr í félagslegum íbúðum og ýmislegt upplifir oft fordóma gagnvart sér og margir hópar sem upplifa fordóma og svo fer það náttúrulega svolítið eftir hversu langt fólk komið á sinni vegferð og hvernig það skoðar sig, hvað það gerir og hvað leyfir okkur að mynda skoðanir og annað og þar bara allavega út frá mínu sjónarhorni, mér þykir mjög mikilvægt að vera meðvituð mína fordóma og hvar ég og skoða af hverju ég að mynda með skoðun á einhverju sem ég hef kannski bara ekkert vit á. Nei, því oftar en ekki þegar maður fer að skoða sína eigin fordóma og fer að skoða hvað liggur þar að bakvið að það eins og sé oftar en ekki bara einhver ótti líka að vita ekki eða kunna ekki eða skilja ekki og þá auðveldara að dæma og afgreiða hlutina bara þannig þannig að maður þurfi ekki að eyða orkun í að reyna að skilja. Og hjá sjálfum mér horfi ég oft þó það sé ekki endilega ótti á bakvið það en mér finnst áhugavert að skoða af hverju, hvað gefur mér leyfi til að hafa skoðun á þessu í rauninni án þess að vita hvað á bakvið, án þess að skoða sjálfa mig og annað og af hverju þarf ég að hafa skoðun á fólki eða atburðum eða öðru, af hverju þarf ég að hafa þessa skoðun? Hvað gefur mér leyfi til þess að fara þangað út meðan ég ekki kannski horfa inn? Og að afgreiða kannski heilan hóp fólks nánast afskrifa heilu hópana af fólki vegna okkar eigin fordóma, vankunnátt og ótta náttúrulega eitthvað sem við getum sagt að komi ekki frá mannesku í miklu jafnvægi. Nei, og ekki út frá hjartanu. Ef við förum að horfa á þessa vegferð sem við erum á leið inn í 5. víddina þá snýst 5. víddin samfélag. Og samfélagið ekki bara það sem alveg næst okkur. Því við getum líka haft bullandi fordóma gagnvart því sem í okkar nærsamfélagi. Heldur samfélag og þessi þörf okkar fyrir að tengja við fólk og samfélag alltaf við og fólki sem við deilum rými með og náttúrulega skoðunum og ekki bara skoðunum heldur, ég vildi frekar segja áhuga og svona gildum og
og þessi 5. vídd snýst samfélagið og þá getur það verið náttúrulega við sem að tengja við fólk alls staðar að úr heiminum og landamæri svona eru að svolítið blörrast eiginlega, það svona meiri samgangur. Við leitum kannski að okkar sálarfjölskyldu annars staðar. Þetta svona alls konar pælingar varðandi þegar við erum komin inn í þessa að vinna út frá hjartaorkunni, út frá 5. víddarorkunni, að þá erum við ósjálfrátt að opna hjartað. Og ég held að í hvers skipti sem að við grípum okkur við það að tala þetta fólk, að þá getum við verið ansi vissum að við séum á leiðinni í fordómafulla umræðu eða að það sé ekki komið frá kærleika það sem við ætlum að fara að segja. Og það mjög oft sem að sér einmitt að hin og þessi kommentum þetta fólk og við veltum okkur fyrir okkur einmitt hvað þetta fólk? Erum við ekki bara öll fólk? Og þó við höfum mismunandi bakgrunn, séum ólík á litin og komum frá mismunandi löndum og það þýðir ekkit að við séum rétt hærri en einhverjir aðrir sem í kringum okkur. Og hvort sem það líka fólk sem það eins og það ákveðnir eiginleikar fólks sem skilgreindir eru náttúrulega sem fatlanir á Íslandi. Það líka sett í box. Það þetta fólk. Við getum haft sömu vanþekkingu á því. Já, og kannski með því að setja þá einstaklinga í box, þá erum leið að fría okkur af þeirri ábyrgð að hjálpa þeim að ná fram sínum styrkleikum til að geta lagt fram til samfélagsins það sem þau virkilega þrá að gera. Og með því að flokka fólk bara niður og segja þú ert svona, þú ert svona, þú ert svona og fókusa á það sem við getum ekki gert í staðinn fyrir að fókusa á það sem við getum gert. Því það svo ótal margt sem hver og einn hefur fram að leggja til, bara til samfélagsins og til okkur allra. Og hver þarf bara að fá að lifa sínu lífi eins og hann Það bara, það það sem við megum gera og meðan við erum að fylgja okkar hjarta og við eigum að rétt á að líða vel í samfélaginu líka. Og að fá að vera hluti af því. Já. Og ég segi fyrir mig, sko, ég reyna að vera mjög meðvituð mína fordóma og þegar þeir poppa upp, að þá reyni ég að skoða af hverju þessar hugsanir sé að koma fram hjá mér. Og mér finnst alveg áhugavert til dæmis að bara óneitanlega vegna þess að ég hvít kona og ég alin upp í samfélagi þar sem meiri parturinn af fólkinu hvít og þegar ég var ung stelpa þá sá maður afar lítið af fólki sem var með öðruvísi augnlögun eða öðruvísi húðlit heldur en bara allt hvíta fólki í kringum hann. Og þar að leiðandi þegar ég sé fólk sem öðruvísi á litin og lítur öðruvísi út en ég, að þá verð ég forvitin. Og ég á það til kannski að horfa svolítið og skoða og ég get alveg trúa að fólki finnist það óþægilegt þeim sem að tekur við því. Vegna þess ef ég passa mig ekki að vera ekki bara að grandskoða, sko. En svo, það kannski, það getur við sagt svona heilbrigð forvitni, en ef við erum meðvituð það, en leið ég fyrir að labba að manneskjunni, ég fyrir kannski að snerta á henni hárið, eða ég fyrir að snerta hana án leyfis, eða gera mér einhvers konar fyrirfram tilbúnar hugmyndir hvernig manneskja þetta, hvaðan kemur hún, af hverju hún á Íslandi. Oft erum við komið með einhverja svakalega sleggjudömma út frá því hvernig hlutirnir voru fyrir 20-30 árum og áttum okkur ekki á því að það bara fullt af fólki núna á Íslandi sem öðruvísi á litin og hefur verið hérna frá því að þau voru pínlítið börn eða jafnvel fæddust. Þannig að þau eru ekkert síðri Íslendingar en við hin. Ég held að einmitt þetta, við getum hugsað út frá, ef við þurfum til dæmis að spyrja leyfi eins og bara þetta snerta hárið, þá erum við væntanlega að gera eitthvað sem við myndum ekki gera bara við Jón og Gunnu eða bara við Hrafnhildi að vera hérna í hárinu á henni. Ef við þurfum að spyrja þá þetta orðið eitthvað út fyrir svona þetta venjulega. Og ég held að þessir fordómar séu einmitt séu bara svona svolítið allstaðar að við álítum eitthvað ákveðið að því við erum alin upp og við erum oft svo föst í því sem við erum alin upp við. Við þurfum oft svo mikið að endurskoða og breyta og ala okkur upp aftur og aftur og aftur í rauninni eftir því sem að samfélögin breytast og það ótrúlegt að upplifa hversu sterkir fordómar geta verið. Bara ég get sagt sjálfa að hafa búið í útlöndum hvaða forréttinda ég naut sem mitt hvít kona
á móti fólki sem var kannski sko afar og langömmur höfðu flutt til landsins. Já. Þannig að það er svo margt sem að við höfum og gott að gera okkur grein fyrir þeim forréttindum sem við höfum. Algjörlega. Og mikilvægi þess bara að í rauninni bara læra og opna hjartað og ekki bara læra heldur að samþykja eins og fólk eins og það er. Já. Og það náttúrulega margir hópar sem hafa upplifað, ekki bara útlendingar heldur, eða fólk sem að af öðrum uppruna, sem kannski forfeður einhvers staðar aftur, það er ekki bara það, heldur bara börn í skólum og annað sem upplifa alveg gríðarlega fordóma og fólk sem á allan sinn uppruna og eins íslenskt og þú veist, að láta aftur í ættir og hægt sko. Já, og ég held að oft sé þetta sko ótti við hið ókunna og þessi ótti inn í okkur að kunna ekki einhvern veginn að umgangast einhvern eða vita ekki hvernig við eigum að vera, og þetta okkar óöryggi gagnvart þeirri mannesku sem að brýst út í þessu. Og mér finnst þessi umræða sem hefur til dæmis verið mikið í gegnum sem sagt í kringum sko kynímynd, kynvitund og þetta hvernig við skilgreinum okkur, hvort við skilgreinum sem konu, karl eða kvár eða svoleiðis, það verður oft rosalega mikil heift í kringum það. Og mér finnst svo umræða oft einkennast af því að fólk segir fram og á ég bara breyta öllu mínu bara vegna þess að fólk getur ekki ákveða hvort það er strákur eða stelpa, á ég bara þurfa, á maður bara, nú veit maður bara ekkert hvað maður á að kalla fólk. Og þetta svona endurspeglast það því að við erum hrædd við að við segjum vitlaust fornafni manneskjunum í staðinn fyrir að við bara, og ég hef oft velt fyrir mér bara, og ég viðurkenni, ég var pínu pirruð í þessari umræðu og ég hef svona hugsað, er það ekki bara sjálfsögð virðing við mannesku sem við ávörpum, að við ávörpum hann á þann hátt sem hún vill vera ávörpuð, og eru við of góð til þess að læra eitthvað nýtt? Er þetta ekki bara sjálfsagður partur af því að þroskast og þróast sem manneskja að læra nýja hluti eins og þetta? Og ef maður er eitthvað vafa hvað manneskjan skilgreinir sig sem, að hann bara spyr maður. Og það er ekkert hættulegt við það. Og ég er svo rík að eiga alls konar fólk í kringum mig sem skilgreinir svo alls konar hátt, sem hefur orðið til þess að brjóta heilan á mér virkilega mikið. En ég reyni að eftir fremsta megni að gera þetta og bara spyr ef ég er ekki viss. Og ég get alveg sagt að þetta bara venst eins og annað sko. Þannig lærum við og þannig náttúrulega bara það hjálpar okkur að vera með opinn huga og opið hjarta og taka á móti öllum þeim útgáfum af manneskjum sem til eru, af því að mér finnst allavega persónulega mjög áhugavert að skoða fólk út frá því hversu ólík við erum, og einmitt mér finnst ég læra oft mest á því bara að vera svolítið forvitin og kynna mér málin, af því þá get ég alltaf lært og upplifa nýja hluti og mér finnst alltaf ótrúlega gaman að því að ég var í stórum alþjóðlegum samtökum þegar ég var í háskólanum, að ég er enn að hitta fólk sem að ég hef kannski ekki séð í 20 ár, sem að var með mér þarna og bara kynnast í hvernig hlutirnir eru ólíkir í ólíkum löndum. Og bara sjá meira að segja, við þurfum ekki að fara lengra en bara til meginlands Evrópu til þess að sjá lönd þar sem að til dæmis réttindi kvenna eru allt önnur en á Íslandi, og mér finnst ótrúlega áhugavert að skoða og kafa ofan í af hverju er þetta þannig. Og hvað er á bakvið það og hvernig er hægt að snúa hlutum þannig að við verðum öll jafnari. Og maður svo sér maður ennþá svona virkilega afturför í mannréttindamálum, sérstaklega það sem eins og núna nýverið var samkynhneigð bara úrskurðuð ólögleg í Írak til dæmis, og það liggja bara harðar refsingar við það að sýna samkynhneigða hegðun. Og maður velti fyrir sér sko hvað rétt hef ég til þess að ákveða að einhver önnur manneskja sjái sig ekki eins og hún gerir. Mér finnst þetta sama eins og umræðan með transfólk, hvað segir þetta transfólk, segja þetta bara vitleysa. En ég get ekkert sagt að það sem að einhver annar manneskja upplifi sé vitleysa, ég er ekki þessi manneskja. Við erum alltaf öll komin til þess að upplifa ákveð á jörðinni og við vitum ekkert hvaðan allar sálirnar eru að koma sem eru að koma á jörðina núna og
og þær eru bara oft ólíkar. Til þess náttúrulega að breyta þurfum við að fá sálir líka sem eru tilbúnar til að breyta. Ef við ætlum alltaf að lifa eins og við höfum gert, þá höldum við bara áfram að vera í þriðjuvitinu og höldum áfram í því sama og við höfum gert síðustu árþúsundin. Og það kannski líka í þessu sambandi verðt að hafa það í huga að mikið af sálum sem eru að koma til jarðarinnar núna hafa kannski aldrei verið í jarðvist áður og hafa ekki verið til sem verur með kynvitund. Þannig að það er ekkert skrítið að þegar þessar sálir komi í líkama séu það bara ekkert ákveðna hvort það séu hvoru megin á spektrumunu það séu og eru bara svolítið fljótandi og þegar maður hugsa það út frá því sjónarmiði að þá er þetta ofur eðlilegt að nú eru bara allir orðnir hán og klár og það kemur rosalega mikið svona og ég meina, nei ekki allir, en alveg klárlega fleiri og það er bæði vegna þess að nú er opin umræða það og líka vegna þess að sálita sem er að koma inn núna er bara allt öðruvísi en það sem kom áður. Það er bara allt miklu opnara að ákveðnu leyti þannig að fólk getur stigið fram án þess einmitt að verða fyrir refsingum eða öðru allavega sem betur fer allavega á þessu landi og það er bara mikilvægt að við horfum á þetta þannig að þetta er allt hluti af þeirri leið sem að bæði við sem sálir og allar hinar sálinnar er að fara. Við erum öll á okkar ferðalegi. Við erum öll að leita að okkar þroska og vinna í gegnum þau verkefni sem við höfum fengið í lífinu. En við höfum náttúrulega alltaf sjálfstæðan vilja og það væri gott að nota sjálfstæða viljan í það ákveða að vera opin manneskja og geta einmitt frætt sig og tekið á móti í kærleika fólki sama hvernig það er. Já. Ég held að það sé líka áhugavert fyrir okkur í því ljósi að skoða hegðun Íslendinga. Því að við gerum alltaf rosalega mikla kröfur það að allavega þau sem hafa hæst, að fólk sem er til dæmis erlendu bergi brotið og kemur hérna til Íslands, hvort sem það er með stöðu flóttamanna eða eitthvað annað, að það læri strax íslensku, að það læri strax íslensku samfélagi, það má helst ekki hópa sig saman, það verður bara að vera partur af okkur. En hvað er það sem við gerum þegar við flytjum frá Íslandi? Við leitum upp fyrsta Íslendingafélagið sem er í okkar næsta nágranni og við sækjum í að vera með Íslendingunum í kringum okkur, allflest, til að geta talað íslensku og til að geta svona viðhaldið okkar hópi. Já. Og það er bara ofur eðlileg hegðun og það er ákveðið öryggi sem að fólk finnur í því. Og við megum bara hafa í huga að eins mikið og við tölum íslensku heima hjá okkur og þá eru bara mjög margir unglingar á Íslandi sem að tala ensku sín á milli og horfum þangað fyrst kannski áður en við förum að dæma aðra fyrir að nota þetta tungumál sem er svolítið náttúrulega að taka yfir sem svona eitt af því stærstu í heimi. Þannig að ef okkur tekst ekki að heima hjá okkur verandi fædd á Íslandi með íslensku að móðurmáli, að fyrsta máli, að tala bara íslensku á heimilinu að þá getum við gert kröfu á aðra að gera það sama. Og það er alls konar svona vinklar á þessu sem að og þetta kemur inn á svo marga þætti, bara eins og trú til dæmis. Þeir sem eru mjög trúaðir fá oft fordóma Þeir sem eru ekki trúaðir fá líka fordóma. Þetta eru svo margar hliðar og á svo mörgum stöðum sem við getum haft fordóma og sumir myndir kannski bara kalla þetta skoðanir, en ég meina hvenær eru skoðanir fordómar ef við erum að hafa skoðanir á öðru og þú veist, þar erum við ekkert öðruvísin aðrir, við getum haft alls konar skoðanir en það er líka bara lærdómsferli að fara í gegnum þær og skoða þær og átt okkur á hvar við erum í tærum kærleika að taka á móti og samþykkja eða eru við eins og við höfum rætt þetta orð umburðarlyndi sem að mér finnst afskaplega vont stundum að ef við erum að umbera eitthvað erum við þá að samþykkja það og höfum við leyfi meira en aðrir til þess að vera með fordómana. Ég held það einmitt að við sem hvítir einstaklingar gefum okkur oft ákveðið skotleyfi á fólk. Og ég veit ekki hvort að það er bara að sálinnar okkar hafi verið svo oft hvítar og gengið gegnum nýlendu tíma að ég veit stundum ekki alveg hvað það er og þessi hugmynd að við séum eitthvað betra en aðrir hvaðan hún er komin finnst mér áhugaverð.
því að við erum í minnihluta sko, það eru miklu fleiri sem eru öðruvísi á litin í heiminum heldur en við. Og samkvæmt öllu ættu fordómarnir þá að snúast gagnvart okkur því að við erum í rauninni minnihlutahópur ef við horfum á stóra samhengið sko. En einhvern veginn er það ekki. Mér finnst allavega að það hefur auðgað mitt líf töluvert að kynnast fólki af ólíkum uppruna og að kynnast fólki með ólíkan bakgrunn og að hitta fólk sem er í rauninni ólíkt mér. Já, og svo líka fólk sem getur bara verið nánast alveg eins og maður sjálfur með mjög líkan bakgrunn, eina það sem er ólíkt það bara eins og litin. Og það er eitthvað sem ég held að við ættum bara að opna hjörtuna aðeins fyrir að við erum bara fyrst og fremst í grunninn öll manneskjur. Manneskjur sem hafa ákveðna reynslu, við búum við það að hafa orðið fyrir alls konar áföllum á lífsleiðinni, við höfum upplifað bæði góða og slæma hluti, við erum öll á ákveðinni vegferð í lífinu og sum sem hingað koma að leita skjóls undan hræðilegum hlutum og kannski það sem þarf fyrst og fremst að huga hjá þeim aðilum að þeir fá hjálp til að vinna í sínum sárum og að heila þá hræðilega hluti sem þau hafa lent í áður en við þurfum að gera kröfur á þau og neitt annað eins og að tala íslensku, fá sér vinnu og borga til samfélagsins sko. Við líka áttum okkur á því að við getum ekki alltaf sett okkur í spor annarra. Við getum ekki alltaf, hvort sem fólk kemur úr stríði, hvort sem fólk hefur lent í hræðilegum áföllum og annað. Þetta er bara nauðsynlegt. Við höfum séð fólk sem stígur fram og til dæmis talar upphátt kynferðisofbeldi að því er útskúfað. Er það í lagi? Getum við dæmt upplifun þessara manneskju og það er alveg eins og allt sem kemur upp í lífinu, við upplifum það á misjafnan hátt þó það séu nákvæmlega sömu atburðir sem gerast fyrir okkur. Þannig að það veltur alltaf okkar bakgrunni, okkar fyrir lífum og svo mörgu öðru, hvar við erum stödd bara þann daginn. Og þess vegna er bara, eins og Alma sagði, afskaplega mikilvægt að við þekkjum okkar eigin fordóma, hvaðan þeir eru komnir og hvað liggur í rótin að baki þeim. Er rótin ótti, er rótin það að við nennum hreinlega bara ekki að setja okkur inn í nýja aðstæður og læra nýja hluti. Okkur finnst það bara of mikið ómagn og of mikið á okkur lagt að þroskast í lífinu. Það finnst mér svona oft leiðarstefið sko, í kommentakerfunum og flöktunum. Þó ég lesi þau mjög sjaldan, en þeir sem hafa hæst trúi ég sé nú svolítið á þeirri línu. Eða er þetta hreinlega bara einhvers konar vanþekking og eitthvað sem er svo auðvelt að laga ef við erum tilbúin til þess. Já. Ég er til dæmis með ákveðna fordóma sem ég veit að ég þarf að vinna því þeir komu fyrir að lífi. Já. Það er bara á verkefnalistanum núna að fara í þá vinnu af því að ég vil losa það, af því ég vil ekki hafa þessa fordóma. Og við þurfum líka bara að gera okkur grein fyrir það eru skemmt epli alls staðar. Það er ekki bara útlendingar sem eru með ofbeldi. Það er bara, við erum öll breysk og í öllum hópum finnst gott fólk, það finnst slæmt fólk. Við erum alls konar. Og leið og við hættum að snúa, því að við erum kannski leið og við snúum baki við ofbeldi sem er okkar næsta nágrenni, jafnvel sem við vitum af og að fólki sem er nálægt okkur og það er verið að beita ofbeldi eða það er að beita ofbeldi, við vitum af því en kannski gerum lítið í því en erum tilbúin að ausa og skála reiði okkar yfir einhverja aðra sem eru öðruvísi, þá þurfum við aðeins að fara að líta okkur nær. Og náttúrulega bara þegar það kemur ofbeldi þá er meðvirkni náttúrulega oft alveg rosalega og áhugavert að það er ekki langt síðan og í mínu, svo ég viti bara til dæmis eitt myndband sem að sýnir hvernig hegðun barna breytir sem verða fyrir ofbeldi heimi á sér. Bara þessi hvar liggur okkar ábyrgð í því að skoða málin frekar heldur það að segja að þessi börn eru bara alveg óaðlandi, óferjandi og ætti bara að setja þetta til hliðar og ekki vera með. Þetta getur verið vegna ofbeldis heima fyrir eða annara áfalla sem börnin hafa orðið fyrir. Og það er mjög mikilvægt að skoða og bara af nýlegri umræðu eins og bara þetta orð skólaforðun, nú þarf að taka á þessum hegðunarvanda barna. Er verið að mæta þessum börnum það sem þau þurfa að vera, því hér er skóli án aðgreiningar. Þessir hlutir, eru þetta ekki fordómar
hvað verða foreldrar oft fyrir því að vera sagt, já, nú ert þú ekki að standa við að því barnið þitt getur ekki mætt í skóla, vill ekki mætt í skóla, vill ekki. Barn oft getur bara ekki mætt í skóla. Þetta eru bullandi fordómar í gangi bara gagnvart þessu í okkar nánasta umhverfi og oft er ég búin að heyra undanfarið, það út af öllum þessum nýju börnum sem að koma annars staðar frá inn í samfélagið. En vandinn var ekkert minni fyrir 20 árum. Þannig að við þurfum aðeins að skoða hvar við höfum bara farið út af sporinu í þessu. Því að það þurfa allir sitt umhverfi að vera í og við verðum að mæta öllum það sem þeir eru staddir þegar búið er að ákveða að svona skuli menntakerfi vera og samofið heilbrigðiskerfið og öll þessi svona kerfi samfélagsins sem við búum við. Nú erum við búin að tala rosalega lengi. Já. Og mjög mikið. Eins og við sögðum, við getum talað þetta. Þetta svo margþætt. Þetta mjög margþætt. Snerti svo marga þætti í okkar lífi. Og við hvetjum einhvern bara til þess að velta þess fyrir ykkur, hvað liggja ykkar fordómar? Því að við höfum öll fordóma. Já. Það engin fordómalaus. Nei. Það verða mörg ár þangað til að það gerist. Já. En takk fyrir í dag. Takk fyrir í dag.